Mig langar til þess að fleira fólk átti sig á því að það hefur alveg forsendur til að hafa áhrif. Þeir sem eru ósáttir við mótmæla aðferðir eða við einstaka aðgerðir, þeir reyna gjarnan að draga einhvern til ábyrgðar. Og ég veit að Hörður Torfason hefur bara lent mjög illa í því að vera ásakaður bara alls konar hluti sem að koma ekki einu sinni við. Þeir sem að álíta að Hörður Torfason sé hin eina sanna rödd fólksins, og ég myndi að takið eftir því, hreyfingin heitir raddir fólksins, ekki rödd fólksins. Og þeir sem að halda það að Hörður Torfason sjáu bara þetta allt saman, eða vegna þess að ég hef auglýst einhverja aðgerð á blogginu mínu, að þá hljóti ég að vera ábyrg fyrir þessu. Þeir taka það ekki með í reikningin að Hörður Torfason og ég og Grímur og þið hérna, allir sem hafa verið eitthvað á mótmæla, að við erum ekkert kosin eða ráðin til þess að fara með einhver völd. Það er ekki hægt að draga fólk til ábyrgðar ef það hefur ekki vald. Ja. Stefán hérna, hann hefur vald. Stefán getur alveg skipað sínum undirmönnum að sprauta eitri í andlitið á fólki og það á að hlýða, þá á lögreglumaðurinn að hlýða. Og þar að leiðandi, ef þetta er gert, þá er það sá sem að gefur þá skipun sem að er ábyrgur fyrir því. Hörður Torfason, hann hefur hins vegar ekkert vald til að segja mér að kasta eggi. Ef að ég kasta eggi, þá er ekki ábyrgur fyrir því nema ég sjálf. Og Hörður, hann hefur heldur ekki vald til þess að skipa honum Grími hérna að bera á sér andlitið. Já! Og vitið að ég hef ekki heldur slíkt vald og vitið hvað, ekki einu sinni mammans hefur vald til þess að segja að taka af sig grímuna. Stefán og Geirjón, þeir hafa vald til þess að segja að taka af sig grímuna. Ef þeim dytti í hug þá getur þeir samt fyrir með einasta manni hérna að taka af sig grímuna og sína skilríki. Ekki sjans! Já, lögum samkvæmt, þá mega er það. Og ég ber ekkert sérstaklega mikla virðingu fyrir því valdi. Þetta er svolítið, þegar ég var lítil, ég hef líklega verið 5 eða 6 ára og þá lenti ég því að villast. Lögreglan keyrði mig heim og ég sofnaði í lögreglubílnum og ég vaknaði við það að lögregluþjónn var að bera mig upp stigann heima og mér leið svo vel. Og vitið það, ég er ekkert hissa að mér hef verið sagt að þetta var hann Geirjón. Þetta var bara indæll og elskulegu maður sem var að hjálpa litlu barni. Og til þess á lögreglan að vera. Lögreglan á að vera til þess að hjálpa fólki sem er í vandræðum. En það er ekki virðingaverð stofnun sem í blindni þjónar valdi þeirra sem að rændu íslenskan almenning og stofnuðu sjálfstæði þjóðarinnar í voða. Og vitið að ég vildi það að þið bara einbeitið ykkur að því að finna týnd börn og hjálpa fólki sem hefur orðið fyrir líkamsárásum eða einhverjum raunverulegum glæpum. Og ef þið vilja endilega vera eitthvað að skipta ykkur á þessum mótmælum, handtakið þið þá glæpahundana sem að sitja ennþá við kjötkaflanum. Með lögum skal land byggja. Þetta er alveg ágætt slagorð. En það er eins og lögreglan sé ekki alveg meðvituð um það að þetta er lengra. Með lögum skal land byggja, en ólögum eyða. Og það eru ólög sem að leyfa það að þeir sem að bera ábyrgð á bankahruninu sitji áfram í valdamiklum embættum.
þetta eru ólög. Og sko, svo lengi sem að þið þjóðið valdnýðingum betur heldur en samvisku ykkar, svo lengi sem þið verndi ríkisstjórn sem með gegndarlausri gróðahyggju og einkavinnavæðingu hefur komið því til leiðar að 100 fjölskyldna standa núna frammi fyrir gjaldþroti, svo lengi þá gegnið þið ekki því hlutverki að auðvelda almenningi að byggja þetta land. Vegna þessar ólaga. Fólk að flýja land núna og það eru ólög sem eru til þess að fólk að flýja land. Vegna ólaga sem að þið verðið, sem þið verndið og sem þið hafið vald til þess að beita valdi til að vernda. Og að meðan lögreglan heldur uppi slíkum ólögum í landinu þá hún ekki virðingarverð. Og ég mun berjast gegn slíkum ólögum Stefán og Geirjón, ég mun gera það. Og ef þið ætlið að vernda þetta vald, þá mun ég í þeim tilvikum láta skipanir ykkar sem vind eyrum þjóta.